það virtist náttúrulega bara ætla að Eyjastúlkur ætluðu bara að fara með Sigurður Hólmi í þessum leik. En þá kemur Alfa með frábæra kafla hjá Fram. Já, IBF kom í 28-22 og maður svona leið bara eins og leikunum væri farinn, en þá mætir Alfa og þarna sérstaklega bara síðustu 10 mínúturnar skorur hún 3-4 mjög mikilvæg mörk, fiskar víti og bara árásargjöld sem þarna sækir mikið á bakvörinn sem hún gerir svo líka í sóknina á eftir, þannig að hún var þeirra svona hættulegasti maður Framarana og gerir það að verkum að þær jafna fá möguleika á því að vinna leik. Svo á hún líka bara frekar stórt hlutverk varnarlega. Hún er svona svolítið að reyna að líma saman eins og þú nefnilega með vandræðin í þristónum. Þá í rauninni situr hún svolítið uppi með það að þurfa að taka á skarið og leiða þá varnarleikin og það gerir það mjög vel í þessu leik og á fjöldan allan á stoppum og stólinn bolta og þannig að hún svona stígur aðeins upp í því hlutverki líka. Já, og með Kristrúnu dottna út þá þarf hún eiginlega bara að spila 60 mínútur. Ég er að segja það. Hún fær enga pásu, hún þarf að taka þetta hlutverk að sér varnarlega og svo einmitt reyna að skila svona sóknar frammistöðum líka, þannig að það mun mæða mikið á henni svona í framhaldinu og komandi inn í næstu viðreinir.